Ágætu fundamenn, áhorfendur. Þá set ég fund númer 223 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga, miðvikudaginn 28. ágúst klukkan 17. Og fundin sitja bæjarfulltrúarnir Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson og Guðrún Ólafsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sem jafnframt ritar fundagerð. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 11 mál og við vindum okkur bara beint í dagskrána og fyrsta mál á dagskrá er frístundasvæðið við Breiðagerðisvík, deiliskipulagsmál. Tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá 62. funda skipulagsnefndar frá 20. ágúst. Málið tekið fyrir að nýju eftir yfirferð hjá skipulagsstofnun. Afgreiðsla skipulagsnefndar var með eftirfarandi hætti. Nefndin samþykki tillögu að deiliskipulagi og leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki að auglýsa aftur tillöguna samkvæmt 1. málsgrein 41. greina skipulagslaga númer 123 frá 2010. Ómar Ívarsson skipulagsfræðingur sveitarfélagsins satt fundin undir þessum dagskrálið. Orðið er laust. Eitthvað sem veit hvað þessi hljóðs. Nú ef ekki, þá legg ég þetta mál til samþykktar. Þeir sem samþykkja þetta, gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá er það mál númer 2. Það er óskum óverulega breytingu á deiliskipulagi Hrafnaborg 1. Tasov EHF óskar eftir óverulegri breytingu á deiliskipulagi. Breytingarnar gera ráð fyrir að byggingarreitu við Hrafnaborg 1 færist 2 metra til norðausturs. Afgreiðsla skipulagsnefndar var á eftirfarandi hátt. Það er mat skipulagsnefndar að óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt 2. málsgrein 43. greina skipulagslaga númer 123 frá 2010. Nefndin felur umhverfis- og skipulagsviði að grenndarkynna í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og leggur til við bæjarstjórn að heimila breytinguna og fyrirliggjandi tillaga verði samþykkt og málsmeðferð verði í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga frá númer 123 frá 2010. Eitthvað sem kveða sér hljóðs. Ef svo er ekki, þá vinsamlega skefið merki þessi samþykja. Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í 3. mál á dagskrá. Það er óskum óverulega breytingu á deiliskipulagi Hrafnaborg 2, 4, 6 og 8. Róbert Páll Lárusson fyrir hönd Hrafnaborg 2 til 8 EHF óskar eftir óverulegri breytingu á deiliskipulagi. Breytingin felst í stækkun á byggingarreit á lóðunum Hrafnaborg 2, 4, 6 og 8. Afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Það er mat skipulagsnefndar að óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt 2. málsgrein 43. greina skipulagslaga númer 123 frá 2010. Nefndin felur umhverfis- og skipulagsviði að grenndarkynni í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og leggur til við bæjarstjórn að heimila breytinguna og fyrirliggjandi tillaga verði samþykkt og málsmeðferð verði í samræmi við sömu reglu 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs, þá bara vinsamlega skefið merki þessi samþykja. Það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í 4. mál. Og það er deiliskipulag Grænubyggð áfangi 2 norðursvæði. Tekið fyrir að nýju að loknu auglýsingaferli í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010 ásamt samningsdrögum að samkomulagi varðandi seinni áfanga svæðinsins. Afgreiðsla skipulagsnefndar var með eftirfarandi hætti. Nefndin fór yfir umsagnir í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010 og samþykkir tillögur að svörum umsagna en engar athugasemdir bárust. Nefndin telur umsagnirnar ekki gefa ástæðu til breytinga á deiliskipulagstillögunni. Samkomulag milli sveitarfélagsins Voga og Grænubyggðar var kynnt fyrir skipulagsnefnd og vísar nefndin
því til bæjarráðs. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja skipulagstillöguna samkvæmt áðurnefndum greinum skipulagsins númer 123 frá 2010 og undir þessum lið í skipulagsnefnd satt Ívar Pálsson lögmaður og Ómar Ívarsson frá landslagi. Orðið laust. Ef engin kveður sér hljóðs og áður en að við göngu til atkvæðagreiðslu þá ég með tillögu að bókun frá bæjarstjórn sem hljóðar eftirfarandi. Framlög tillaga að deiluskipulagi samþykkt ásamt svörum sviðsstjóra umhverfis- og skipulagsviðs og skipulags- og byggingafulltrúa við umsóknum sem bárust vegna tillögunar, en þær gefa ekki tilefni til breytinga á tillögunni að mati sveitarstjórnar. Engar athugasemdir bárust við auglýsingu tillögunnar. Sveitarstjórn áréttar að eigendur landsins og sveitarfélagið þurfa að ná samkomulagi uppbyggingartíma og uppbyggingarhraða hverfisins vegna fjárfestinga sveitarfélagsins í nauðsynlegum innviðum áður en veitt verða leyfi til framkvæmda, skiptingu lands eða sölu lóða á deiliskipulagssvæðinu. Hér með þessi bókun lögð fram til samþykktar og þeir sem samþykkja hana gefið merki. Hún samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá erum við komin í 5. lið og það liggur fyrir tillaga varðandi 5. lið, þannig ég ætla ekki að fara tillaga frá bæjarstjórn, ég ætla ekki að fara í inngangin á endurskoðuðu aðalskipulagi 2024 til 2040, heldur eingöngu gefa orðið laust ef ykkur vill ræða aðalskipulagstillöguna. Að öðrum kosti ætla ég að leggja til að bæjarstjórn vísi þessu eða fresti afgreiðslu málsins. Orðið laust. Gjörðu svo vel, Björn. Takk fyrir, forseti bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara taka undir tillögu forseta það að fresta afgreiðslu þessa máls 1 mánuð. Mér finnst það kannski ekki skipta máli svona í stóra samhenginu að við gerum það. Þessi endurskoðun aðalskipulagi búið að vera lengi að veltast í kerfinu og það var ákveðið að taka það upp í upphæði kjörtímabils síðast, þess að 2018. Og ég satt nú einmitt í nefnd aðalskipulag lungan úr síðasta kjörtímabili og síðan hefur það verið í vinnslu skipulagsnefndar og komin á þennan stað núna. En ég held einmitt að það sé bara mjög gott tækifæri að bæjarstjórn setjist aðeins niður núna, haldi vinnufund og leggist aðeins yfir skipulagið. Það hefur ýmislegt breyst í umhverfinu síðan 2018 sem við gætum þurft að taka tillit til og þetta er bara kjörið tækifæri til að kíkja aðeins yfir þetta og svona vanda aðeins vinnuferlið á þessu. Kannski þetta bara alveg eins og er og bara þarf ekki að breyta, en ég bara styð þessa tillögu. Takk fyrir þetta, Björn. Þá ber ég tillöguna fram. Einhver fleiri sem vilja kveða þessu hljóðs annars ber ég tillöguna fram. Þeir sem samþykkja hana gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá eru fundagerðir til kynningar. Það sem sagt mál 6 til 11. Það sem sagt bæjarráð sveitarfélagsins Voga númer 404, 405 og 406. Frístund- og menningarnefnd númer 115. Skipulagsnefnd fundur númer 62 og umhverfisnefnd fundur númer 23. Og orðið laust þessar fundagerðir. Inga Sjónum, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að tala fundagerð umhverfisnefndar númer 23. En enga tilnefningar bárust nefndinni umhverfisviðurkenningu en nefndin fór saman í bíltúr bæinn okkar og samþykkt var að veita Vogagerði 14 viðurkenningu fyrir snyrtilegan og velhirtan garð. Einnig sitkagrenni sem stendur fyrir framan húsið, mikið prýði og hefur vakið athygli margra sem eiga leið framhjá. Einnig voru veitt verðlaun fyrir landgræðslustarf Stóruvogsskóla sem hefur starfað í 40 ár. Nemendur skólans ásamt kennurum hafa farið á vorin
sáð grasfræi og áburði allt í kringum vona. Umhverfisnefndin vill hrósa íbúum að Breiðuholti 4, Vogagerði 17 og Brekkugötu 16 fyrir mjög svo snyrtilega garða. Langar mig að leggja til bæjarstjórnar að óska þeim til hamingju með þessi verðlaun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Inga Sigrún. Ég gríp orð þín á lofti og tek undir þetta og vænti þess að bæjarstjórn öll taki undir og sko þeim innilega til hamingju. Bara vel að verki í staðið. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Gerðu svo vel Eva. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Langar aðeins að staldra við frístund- og menningarnefndar fundagerðina, lið 1, okkar frábæru fjölskyldudagar 2024, en þeir eru nú ný yfirstaðinir. Og mér langar bara að nota tækifæri og bara þakka öllum sem að komu að þessari hátíð okkar. Og þetta bara hefnaðist einstaklega vel. Án okkar og sérstaklega þá félagsamtökunum, án þeirra hefði þetta bara ekki orðið mögulegt. Þannig að bara kæra þakkir. Þetta var einstaklega góð og skemmtileg hátíð og bara sýnir samstöðuna. Og líka þeir fjölmörgu listamenn sem komu fram á þessari hátíð. Maður er bara fann að hlakka til næstu hátíðar, af því maður veit að góða veður er alltaf hjá okkur þessa helgi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Eva. Ég held að það séu allir hér við þetta borð sem að geta tekið undir þetta og hafa notið góðs af. Enda mér finnst það, eins og ég segi, aldrei bregðast hvað félögin geta lagt af mörkum til þessa dags. Þannig að því ber að fagna. Heyrðu, orðið er ennþá laust og mér sýnist ekki fleiri ætla að taka til máls. Þannig að þá slítum við fundi númer 223 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga.